Það afskaplega gefandi að fá að starfa fyrir stofnun eins og Hjálparstarf kirkjunnar og afskaplega gleðilegt þegar maður sér árangur af starfinu sem við sjáum bæði í starfinu hér heima og svo erlendis þegar við höfum getað skaffað vatn í einu þorpi og leyst mörg vandamál, létt undir með mörg hundruð manns. Ég hef fengið að sjá þetta margoft og það afskaplega gleðilegt að sjá að þrátt fyrir að við erum lítil stofnun ber starfið mikinn og góðan árangur handa þeim sem verst eru fyrir þá sem verst eru settir. Ég kannski stoltastur af öllum þeim fjölda sem hefur fengið aðgang að hreinu vatni vegna þess að Íslendingar hafa lagt fjármuni til þeirra verkefna. Í starfi mínu sem fræðslu- og upplýsingafulltrúi Hjálparstarfs kirkjunnar ber ég ábyrgð á að fræða og upplýsa starf okkar bæði erlendis og heima. Einnig á mínu borði að sjá safnanir sem við stöndum fyrir. Við erum með 2 stóra safnanir á ári, jól og páska og einnig fermingarbarnasöfnun fyrir vatnsverkefni okkar á hverju hausti. Hérna heima fermingarbarnasöfnunin eitt af skemmtilegustu verkefnum sem ég sinni. Þar erum við í tengslum við fermingarbörn allt land sem að fræðast vatnsverkefni okkar í Afríku og ganga síðan í hús og safna fyrir þessi verkefni og það stórkostlegt að vinna með þessu unga fólki sem að leggur sér svona mikið fram. Þegar við höfum fengið heimsóknir sem við gerum annað hvert ár frá Afríku þá hafa börnin líka verið mjög áhugasöm og spurt margra spurninga og hafa mikinn áhuga á vatnsverkefnum okkar í Afríku. Og það hefur verið frábært samstarf við presta og djákna og starfsfólk kirknanna og einstakur dugnaður í börnunum að safna fyrir þessi verkefni. Hello to all you confirmants in 2010. I'm Charity in Uganda. I'm so happy that I met you and I'm happy for the good job that you did. You collected over 8 million kronas. I'm so grateful that I came to Iceland because my siblings have been able to get sponsors from Iceland. I'm so grateful that I met you. Bye. Það fylgir starfinu líka að fara í eftirlitsferðir til verkefnalandana og skoða verkefnin okkar og fylgja þeim eftir. Fylgja eftir að peningarnir sem fólk að gefa að þeir komist í skila og skili þeim árangri sem þeir eiga að gera og það mjög ánægilegt að fá að fara í slíkar ferðir, hitta fólkið og sjá árangurinn sem að starfið hefur borið. Í Afríku þetta vatnsverkefni, þar hef ég hitt fólk sem hefur fengið brunn í þorpið og að greina frá og lýsa því hvernig það hefur breytt lífið þeirra til hins betra. It's like the community's dream are coming out because we've provided water to them. By then they will not even try to grow bananas because they don't have water. And because they have water at this point in time, now they are trying to grow bananas because they know the bananas will grow. It's like because of water, now crops can grow as well. Til dæmis í síðustu ferð til Malawi þá hitti ég 12 ára stelpu þar sem ég fekk aðeins að ræða við og hún sagði mér einmitt frá því að eftir að brunnurinn kom þá fekk hún að fara í skóla. Áður þá þurfti hún að nota allan sín tíma í að sækja vatn en brunnurinn sem kom við þorpið hann breytti því. Þannig að vatnið úr brunnunum ekki bara betri fyrir heilsuna og að fólk fær vatn heldur fekk þessi stúlka menntun.